Þær eru misjafnar heimsóknirnar og gjafirnar sem forsætisráðherra Íslands fær alla jafna. Suðurnesjamaðurinn Jónatan Jóhann Stefánsson er gallharður stuðningsmaður Katrínar Jakobsdóttur og kom færandi hendi með óvænta gjöf til hennar nýlega, akandi á ráðherra bíl auðvitað í stjórnarráðinu. Sæll og blessaður, Jónatan. Þú verður nú bara margfallega velkomin. Það ætlum ekki að gera svona. Komdu. Katrín kom með félögum sínum í heimsókn til Suðurnesja rétt fyrir COVID-19 og fundaði þar með fólki víða á svæðinu. Á einum fundinum á Hótel Keflavík var Jónatan mættur til að hlýða á sína konu, en þá hafði hún meðal annars á orði að hann væri í fallegri íslenskri lopapeysu. Hann tók hann á orðinu og fekk saumakonuna Kristínu Kristjánsdóttur í Sandgerði til að prjóna peysu á Katrínu. Þá verð ég nú eins að fá að sýna þér. Komdu, það sýna þér aðeins hérna. Ég að fara afskýðis. Ég ætla að beða að fara afskýðis. Og máta, já, ég ætla að gera það eftir. En ég ætla að sýna þér, hérna fundarríkisstjórnin. Og svo sita þér allar hérna. Ég þarf eiginlega að fá bara, já, svo þegar ég fara að máta peysuna. Ég var náttúrulega að máta hérna. Já, ég ætla að gera það. Komdu, ég ætla að gera það. Hvað slags er þetta? Hvað er hugsunni? Heyrðu, og nú nefnir þér, Katrín. Já. Ég held að þið ráðherrarnir ættu nú hér eftir að láta allir prjóna okkur í sikkurinn peysu. Það er svo leið sem hún sagði, það er svo leiðugt ef hún er stóru og lítið. Hún er fullkomin. Jónatan er vinmargur maður og þeir Ásmundur Friðriksson og Margeir Elentínusson fóru með honum til fundar við Katrínu til að færa henni peysuna. Margeir sem einkabílstjóri og Ási sem aðstofamaður. Fullkomin, sagði Katrín, og undir það er hægt að taka. Jónatan, hvað var eiginlega í gangi hérna í dag í stjórnarráðinu? Það var bara að afhenda peysu, Vinstri græna, sem Kristín Kristjánsdóttir hannaði í Sandgerði. Og hvað kemur til? Hvert er eiginlega tilefnið? Já, ég veist, mesta plantan í að flokkurinn var til. Þú er það ekki rétt hjá með 7. stofnmeðlimur Vinstri græna? Ég hefði átt að vera fyrstur en ég var að drekka kaffið. En Katrín, þetta er stórglæsileg peysa og hún ferði vel. Hún er bara frábær og það er nú þannig að ég lýsti náttúrulega yfir aðdáun á peysunni hans Tanna fyrir nokkrum mánuðum þegar við hittumst í Keflavík eða Reykjanesbæ og hér er ég komin með mína eigin peysu. Og hver er þetta sem prjónar peysurnar, Tanni? Kristín Kristjánsdóttir vörðin í Sandgerði. Og hvað er þín gömul? Hún er svona að 7-8 mánaða en hún fór og vildi fá að þvo hana og pressa hana þegar hún aðfindi hérna. En Katrín forsætisráðherra biður peysu hjá þér og þú ert ekki lengi að græja það og mætir hérna með hana í stjórnarráðinu fyrir hana. Heimsending? Nei, hún sagði mér finnst peysan falleg og hún talaði það við þingmenn og ég tók þessa ákvörðun að tala við Kristínu og hún sagði að það er forsætisráðherra og sér skal ég byrja að teikna hana strax og hún gerði hann í sama, hún var búin að búa til Völund peysu fyrir mig sem voru hrifnir af fyrir Völund Vestmiðunum í Danmörku og hafði þynnara gatn í peysunni hjá henni heldur en minni að því að hún er svo heilsástekk getur verið ekki nagladekk. Þetta er stórglæsileg peysa. Ég vona á því að sjá því í henni kannski eitthvað í þinginu eða á næsta ríkisstjórnarfundi, Katrín? Já, þið er allavega vona á að sjá mig í henni því mér finnst óbúslega gott að gangi í svona peysum og mér finnst þessi sérlega falleg og mér finnst þetta alveg frábært hjá þér Tanni að hafa mætt, þetta er hápunktur vikunar ef ekki bara mánaðarins hjá mér. Ég ætla að segja eitt að lokum, ég ætlaði bara að hitta hana í ganginum en þetta er orðið stórt, þetta er eins og veiran, þetta rennur út. Að loknum hittingi við forsætisráðherra var ekki úr vegi að spyrja Tana út í ráðherrabílinn sem hann kom á. Glæsilegur Benz þarna á ferðinni. Þetta er náttúrulega stórglæsileg bifreið sem að Jónatan kemur í, Maggi. Já. Hvað getur þú sagt mér hana? Bifreiðin er Mercedes-Benz 300 SL 88 ár gerð, fluttur inn í fyrra frá Bandaríkjónum. Jónatan kemur hérna upp í stjórnarráði þessu, þetta er sannkallað ráðherra bíl. Algjörlega, sko, hann tekur sig vel út í þessum bílana, Jónatan. Situr aftan í. Tanja, varstu búin að panta þennan ráðherra bíl þegar þú komst og allar afhendinni forsætisráðherra peysuna? Mér var boðið upp á þetta. Já. Þetta er í boði bársins. Já,
Básins. Já, básinn býður upp á þetta. Það sem við höldum reglulega fundi. Alveg á hverju mótni hittust við í básnum við Tanni. En þetta hefnaðist nú bara vel hjá okkur. Já, ég þakka fyrir. Þetta var alveg ljómandi flott. Jónatan hélt fyrir nokkrum árum sýningu í Sandgerði sem hét Frá hafi til hafnar, en þar sýndi hann skipslíkön, myndir og minningabrót frá ævi sjómannsins. Margir merkilegir munir voru þar til sýnis frá ævi Jónatans. Segðu mér aðeins frá þessu, þetta bara orðið merkilegt bátasafn sem þú ert með hérna hjá þér í Sólskálanum. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Það byrjaði því að ég fór með manni út til Hinnissi Merkinissi og ég keypti á honum eitt bát. Og svo fór að koma einhver svona della í manni og ég fór að hafa gaman að þessu og vignaðist Færeyinga vini mikið og þeir buðu mér og svo vatt þetta upp á sig og gullskipið það áttu nú að fara held ég í Vík en það skemmtist í flutningum og þeir vildi ekki skoða og hann hjá tryggingunum hann sagði það er búið að gera við það, þú mátt sækja það. Þessi hinn skipur út með þú, þetta með Titanic og mikið af svona 6 skipum. Já, það var sá sem lit með að Titanic, hann hringdi í mig út af þessum og sagði að það er eitt sem að væri hvort ég vildi ekki taka gullskipið. Og ég held að það væri svo dýrt, nei, borgaði bara tryggingagjaldið 37.000. Þannig eignaðist þú gullskipið? Já, og svo var annað hérna fyrir frammi að það var hringt í mig einu sinni föstudagsmorgni klukkan 9 og sagði, viltu ekki fá einn sem var ekki listur á Seyðisfirði og ég skal skreppa og ég fór strax. En þú ert áhugasamur færeyska muni? Já, ég á svo marga Færeyinga fyrir vinni. Já. Og þannig þeir áskottast á þeir munir? Já, þessi hérna 4 líkön sem eru hérna. Já. Það var gamall maður, 1000 hjala smiður sem smíðaði þetta. Svo hann var frá Hvalbæ í Færeyjum og hann baði hann eitt Færeying að telja hvort ég ætti öll 4 sem hann hefði smíðað. Það var nú orðinn gamall og Færeyingurinn sagði, hann vantar eitt, já ég ætla að senda honum það.